World was on fire, no one save me but you. Sportáttur með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og eins og ég sagði ykkur áðan þá ætlum við að fara yfir í frjálsar íþróttir og helgina þá áttu HSK og Selfoss flotta fulltrúa í bikarmeistaramóti 15 ára yngri og ég kom með línuna einn af þjálfurinn Þuríði Ingvarsdóttur. Komdu blessuð og sæl. Sæl. Hvernig hefur það eftir ferðalagið? Þetta nú svolítið ferðalag fyrir Sunnlendinga? Jú, þetta smá bíltúr. Já. En við áttum þarna þó nokkra keppendur, er það ekki? Jú, við vorum með 14 krakka sem skipuðu liðið. Þannig að bikar bara valið besti einstaklingur í hverri grein, þannig að það er bara einn sem keppir í hverri grein fyrir félagið. Þannig að það er svona mörg að velja það ekki því að Suðurlandi er nú svolítið stórt svæði það ekki að frjálsíþrótta iðkendum? Jú, það er náttúrulega svæðið er stórt en það er svo svona ekkert rosalega mörg félög sem eru virk og með starfsemi í gangi en það er sama, það er sama. En hvernig... Það eru nóg að velja, það eru margir krakkar að æfa með efnilegir. En hvernig er svona, já, náttúrulega verða sko ná því að vera bikarmeistarar hérna fyrir norðan að þetta er náttúrulega frábær árangur alltaf hérna hjá ykkur yngri flokkunum? Já, við erum með gríðarlega efnilegt lið. Þetta er enda mjög ungt lið og árangurinn er náttúrulega frábær, ekki síst til það. Það var aðeins 1 15 ára í liðinu. Já. 2 14 ára og svo voru afgangurinn 13 ára krakkar, þannig að þau eftir að vera í þessu bikarliði í 2 ári viðbót. Þannig að árangurinn er nú ekki að verði fyrir það. Nei. Þau tóku bara ábyrgð og kláruðu dæmi mjög vel, laði þessu 100% fram og náðu frábærum árangri. Svona þessi aldurshópur 15 ára yngri, þetta verið svona, já, það er búið að vera mikið svona bætingar í sumar hjá flestum iðkendum, svona ef maður lítur yfir svona afreksskrána hjá þessum krökkum. Já, það er búið að vera bara undanfærin ár, mjög svona stigvaxandi og alltaf að þéttast hópurinn sem er svona sterkir krakkar og við erum komið breiðan hóp og marga iðkendur, þannig að þetta er bara lítið mjög vel út. Og svo náttúrulega búið að vera náttúrulega mikið mót þarna í allt sumar, þetta er það ekki orðið eða svona næstum hver helgi hjá krökkunum? Jú, en samt það var þétt í júní og svo var nú eiginlega bara alveg frí hjá okkur yngri krökkunum í júlí. Og svo var aftur náttúrulega þeir sem fara unglingalandsmót og svo núna þá er þetta, þetta er svolítið þétt en alltaf mjög skemmtlegt. Hvernig hefur annars svona stemningi verið í HSK Selfoss liðinu svona þetta sumar í svona flestöllum aldurshópum? Það er mjög ábyrjandi úlingarnir okkar á þessu svæði. Já, þau eins og segir, þetta yngri flokkastarfi hefur gengið mjög vel og er að byggjast upp, þannig að nú eru unglingarnir orðnir fjölmennari og svo þurfum við bara að halda áfram að byggja upp. Halda þeim með efnið og halda þeim í félaginu. Já. Svona síðustu ár þá hefur frjálsar verið svolítið svona rokkandi með iðkendur svona upp og niður upp á fjölda að gera, en hvernig er svona staðan í dag svona eins og hérna á Suðurlandinu er þetta svona komin ákveðin stöðuleiki á þetta? Já, ég held að þetta sé bara í góðum farvegi sko. Það er bara krakkarnir í héraðinu sem hafa áhuga, þau þurfa bara að endilega nýta sér þessi svæði þar sem starfsemin er í gangi. Sækja æfingar á Selfoss og Laugavatn og Flúðir þar sem er starf og Þorlákshöfn og nýta sér þar sem starfsemin er virkust. Já. En hvernig svona, nú ert þú búin að vera að þjálfa, já, hvernig byrjaði þú eiginlega að þjálfa frjálsíþróttir? Ég bara, veit eiginlega ekki hvað ég á að segja, ég bara man það ekki, það er bara mjög langt í það. Já. Það er alveg að verða 20 ár síðan. Og já, það hlýtur aðstæður frá því þú byrjar að þjálfa, það er hljóta að vera búin að breytast mjög mikið það ekki á góða vegu? Jú, maður svona byrjaði í þessu bara svona, fullar af áhuga og svo fór maður að hélt maður áfram bara meðan börnin væri í þessu og þau eru það ennþá og
svo kemur bara í ljós hvað maður endist í þessu lengi. Já. Er maður einhvern tímann og gamall til þess að byrja í frjálsum? Nei, það er bara, fyrst byrja bara að æfa frjálsa hvenær sem er. Aldrei og gamall til þess. Nei. En nú er það ekki að koma á lagginar hérna á Suðurlandinu, er það ekki svona frjálsíþrótta akademía? Jú, það var að hefjast núna við Fjölbrautaskólann á Selfossi, frjálsíþrótta akademía og fyrsta árið sem hún fer í gang og það eru 20 krakkar í henni núna. Byrjar mjög vel. Og er þetta eina svona frjálsíþrótta akademían á landinu svona sem er tengt til framhaldsskóla? Já, ég bara, fóru nú ekki fullir það, en það ferði allavega ekki margar. Þetta eru væntanlega þá hugsa til að, en það hlýtur það ekki að vera svolítið erfitt að, þetta er náttúrulega mikil einstaklis íþrótt en samt líka orðin svolítið, hefur alltaf verið svolítið hóp íþrótt í leiðinni. Já, þá náttúrulega eins og í bikarkeppni, þá var þetta náttúrulega eingöngu liðakeppni, þú færi til dæmis ekki velun, þú sigrir greinina. Þú fær bara stig fyrir félagið. Það keppur bara sem lið. Þannig að þetta er alltaf liðakeppni líka og náttúrulega alltaf skemmtilega að æfa í stórum og góðum hópi þó að þetta sé einstaklings íþrótt. En með þeirra akademi þá gefst náttúrulega fleirum tækifæri til þess að byrja að æfa og geta kannski stundar æfingar með því að hafa tækifæri til þess með skólatíma og geta þá samt, þau kannski hafa ekki tækifæri til þess að vera eftir á Selfossi og æfa þeir sem koma af þessu framvegis. Já, en svona yfir höfuð, hvað er það svona skemmtilegasta við að þjálfa frjálsíþróttir? Já, það er alltaf svo gríðarlega margt en það er náttúrulega, bara alveg rosalega gaman að vinna með þessum krökkum. Þau eru svo óbúslega gefandi. Þau eru svo áhugasöm og er að bæta sig og það er svo gaman að sjá þau bæta sig og já, það er nú bara fyrst og fremst það að vera með þessum krökkum og vinna með þeim. En talandi bætingar núna svona síðustu 3 árum, það er nú búið að lygilega svona metaregn í frjálsum íþróttum, bara eins og sko HSK-metin, þau virðast vera slegin svona bara hverja einustu helgi á sumrin og veturinn að þeir innan hús mótin eru. Já. Það fylgir náttúrulega þessari uppbyggingu, við erum með gríðarlega sterka einstaklinga. En svo náttúrulega spilar þetta líka aðeins inni að það er þarna bætt aðstafa og það er innanhús aðstafa sem var ekki til áður. Þannig að það svona spila pínlítið inni líka. En þetta er bara svo óbúslega efnilegir og flotti krakkar að þau eru bara að standa sér svo vel. En já, það er náttúrulega, nú er akademían farin að stað og það eru 20 krakkarskráðir og er svona búist í því að verði svona hálfgjör meistaraflokkur upp úr þessu eða er þetta bara svona að hugsa fyrir einstaklingin? Nei, við erum náttúrulega alltaf að hugsa hópin sem slíkan að við viljum náttúrulega hafa öflugan hóp sem æfir saman. Já. Og þetta er svona leiðir í því að byggja það upp, já. En það er svona kannski okkar akkilles og það er meistara hópurinn náttúrulega þegar þessi krakkar fara í skóla og háskóla þá oft hverfa þau annarkvort í önnur félög eða bara flosna upp úr þessu þannig að þetta er svona hluti af því að reyna að hjálpa þeim til að halda áfram í þessu. Svo oft alveg að geta haldið áfram að æfa og verið í sínu félagi þá er þetta komin í háskóla og já, svo er framöndan hjá okkur núna eða það ekki, ég sé að það hérna á Selfossvellinum, þá er eitthvað svona hálfgjörð slútt hjá okkur eða ekki frálsta iðkendum, svona yngri flokkum með sumarið? Það verður núna með ykkur daginn, það verður svona loka mót hjá yngri flokkunum, þegar 14 ára yngri og enda þar með svona sumartímabili hjá yngstu flokkunum. Já. En nú þetta orðið rosa mikið að mótum og fer sífjölgandi, þetta er bara því jákvæði það ekki fyrir iðkendan, eða það var nú ekkert mikið að mótum í boði fyrir þó nokkurum árum? Nei, það er orðið mjög mikið frambúð á mótum og mikið í boði. Það er alltaf svona mót sem við leggjum
meiri áherslu á en önnur eins og héraðsmót og Íslandsmeistaramót og svo þessi bikarkeppni sem við svona leggjum áherslu á og krakkarnir sæki og svo eru bara fullt af öðrum mótum sem að félögin að halda hinn á þessi félög sem að þau geta valið að taka þátt í. Já. Nú þetta svolítið stórt svæði Suðurlandið og HSK svæði sjálft. Eru þjálfara þá alltaf að tala svona saman með bætingar svona mismunandi sjónamið til iðkandans eða er alltaf bara hver þjálfari með sína sér iðkendur? Já, þetta nú allavega neini, við vinnum alveg heilmikið saman sko og hafna ekki gengið til dæmis hjá lögveitningum að halda út á æfingum á sumrin og þau hafa sótt æfingar hér í sumar og svo verður þau með æfingar í vetur þannig að við reynum bara að vinna þetta saman eins og við getum þannig að krakkarnir fái tækifæri til að sinna æfingum. Og frjálsar íþróttið, þetta nú ein kannski íþrótt sem svona fjölhæfus kannski sem þú getur tekið inn í eða ekki í hvaða íþrótt sem Jú, það frjálsar íþróttir mjög að æfa frjálsar mjög góð grunnur fyrir allt sko. Það bara þannig. Já. Þuríður Ingvarsdóttir, hvað núna hefst eða ekki svona innanæfingar í haust fyrir þá sem eru kannski að spája að fara að koma í frjálsarnar hjá ykkur með krakkana og fleira, hvernig geta þið nálgast svona upplýsingarnar? Já, það að ljúka núna svona sumartímabilinu og svo núna fljótlega í september byrja innanhús tímabilið og koma nýjir æfingatímar og það við höfum nú auglýst það bara með dreifibreið í hús og náttúrulega kemur alltaf heimasíðu félagsins en það er því miður ekki búið að þess getum ekki gefið út æfingtímanu strax, það er ekki búið að deila út tímum til okkar en það verður vonandi sem allra fyrst og við yngri flokkarnir, þess 14 ára yngri, þeir byrja núna bara mjög fljótlega í september. Já, nákvæmlega. Þuríður, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og gangi ykkur sem allra best og hvetjum alla náttúrulega að koma á miðvikudaginn og fylgjast með frjálstafólkinu á Selfossvelli. Já, takk fyrir það. Ég bara endilega kíkja á krakkana. Það er bara skemmtilegt að sjá þess að krakka alveg niður í 5 ára vera að keppa í langstökki og hástökki og spjótkasti og stökklaupi og öllum þessum greinum. Þannig að það er að gera að kíkja á völlin. Þau eru bestu þakki fyrir að gefa okkur tíma og gangi ykkur vel. Já, takk fyrir það. Já, bless. Já, farið ekki landslistu góður. Við höldum áfram í íþróttaðan sportpakkanum og næst á dagskrá þá var það Torfi Ragnar Sigurðsson hjá meistaraflokki kvenna í knattspyrnu hérna á Selfossi því að framundan er bikarleikurinn sjálfur, úrslitaleikurinn Selfoss Stjarnan. Farið ekki langt. Þessi gömlu og góðu, þessi nýju og langvinnsæðustu, meiri fjölbreytni, meiri tónlist. Suðurland FM 96